Við erum hérna saman komin til þess að fagna okkar bestu konu sem 100 ára í dag, Ingunni Erlu Stefánsdóttur. Við vonum að gestirnir njóti og hafi gaman af þessum svipmyndum úr boðinu sem fylgir. En ég vil þakka bæði almættinu og líka vil ég þakka hvað ég hef svona notið dagana. Ég byrjaði að segja frá því að mamma og pabbi þau leyfðu okkur alltaf að fara á öll börn sem komumst og þetta var bannstaðar Minniborg. Maður fór að dansa þarna alveg bara strax sem í Stringja og ég á fyrsta balli. Og hef ekki innlátur síðan að dansa. Ég dansa við kernina mína núna því ég er besti dansari eins og Og þá dúkkaði tíma og fór að kallmenn á sínum tíma. Og svo þegar það endaði þá var það dúkka síndansaði og ég sýndi víða meira svo út í Portúgal. Sýndi ég dans með dúkku. Var ég nefnt hérna álögu húsbæra. Og þurfti að koma með skemmtiatriði og það fannst þeim best að fara með dúkkuna. Og þetta að sjá andliti á toppurinn þegar opnaði töskuna. Og þannig dúkku andliti flestu við þetta. Það var heimsbrandari. Ég vil bara segja að ég vil þakka fyrir að vera komin á þennan dag og þennan stað. Ég er bara furðu hress. Og þakka fyrir að svona höfuðið nokkuð í lagi. Og ég var nú meira hissa á mamma skyldi verða 100 ára því hún var alltaf þegar hún var að eiga okkur 9 stykki þá var hún alltaf við dauðans til. Hún var skal ég segja svo nýtna hún var fætt við vanskomin nýru og það búið að segja hún mætti ekki eiga neinn börn. En 9 áttum saman. Og náttúrulega við þessum áhrifum alltaf svo veikt. En ég bara þakka fyrir að vera hér í dag og ná þessum aldri. Ég var að þakka fyrir það. Og ég get fylgst með öllu, ég hef ræn á því, voðalega fárveikin. Og þetta bara allt í fína lagi. Og ég mikið gaman að sjá okkur öll. Og nú vil ég biðja ykkur að gera svo og njóta veitingan sem boðið Gjörðu þess vel. Takk fyrir. Segja ykkur nokkur atriði sem ég gott að vita salinn hér tilbaka til vinstri og Gaukur hérna frændi veislustofulega hér og við erum með spjallprógram af söng og ræðum og skemmtilegum. Þannig ég ætla kannski að byrja Ingunni Kristjáns að koma og taka nokkur lög áður við borðið og svo fá okkur að borða. Og þetta maðurinn minn Egill. Við hérna í fyrra þá tókum við sem sagt, við höfum svolítið verið að gigga í brúðkaupum hjá vinum á endingjum og í fyrra sumar tókum við æfingu hjá ömmu Ingu og hún bað okkur þá að taka líka lag í afmælinu sínu árið seinna. Þannig að við hringdi í ömmu fyrir stuttu og spurði hvaða lög hún vildi heyra. Þannig að buði sem sagt óskalög, hvort hún væri með einhverju óskalög. Og hún var með það. Fyrsta lagið sem við ætlum að taka fyrir okkur heitir hérna Kvöldið er fagurt og það er enskt þjóðlag en textinn við það er sem sagt eftir Ingólf Þorsteinsson sem að mér skilst samkvæmt ömmu að hafi verið vinnumaður á hérna Stóruborg, Minniborg, takk. Og hann sem sagt var mjög ástfanginn af Helgu sem var líka vinnukona þar og við höldum að hann hafi samið þetta fyrir hana. Kvöldið er fagurt
sefur fugl á grein. Við skulum koma vina mín og vera saman ein. Ég þekki lítinn fagran lund hjá læknum upp við foss. Þar sem að gróa gullin blóm, þú gefur heitan koss. Þú veist að öll mín innsta þrá ástarkossin þinn. Héðan af aðeins syndi ég í armum þínum finn. Ég leiði þig lundinn minn, mín ljúfa komdu nú. Jörðin þó eigi ótal blóm, mín eina rós ert þú. Næsta lag ég er ekki með hristuna næsta lag, Ó borg mín borg. Ó borg mín borg, ég lofa ljós þín stræti, þín lágu hús og allt sem fyrir ber. Og þótt svo tárin oft minn vanga væti, von mín einatt bundin þér. Og hversu sem að aðrir í þinn narta, því eðla borg sem forðum prýddir mig. Svo blítt sem barnsins unga hjarta, brjóst mitt fullt af minningum þig. Síð ég kem og gríp þér aumur og kissi jafnvel hörðu strætin þín. Því að þér fæddist lífs míns ljósi draumur, eitt lítið barn og það var ástin mín. Borg mín borg. Síðasta lagið sem við ætlum að taka. Mér var svolítið gaman að því að þegar ég spurði mig hvaða lög viltu heyra, þá sagði hún, já, hérna gömlu danslögin. Og ég náttúrulega vissi ekkert hvaða lög það væru, þannig að við þurftum að fara og ég spurði hvaða lög það? Og þá þurftum við nú svolítið að fara að hugsa hvað. Þannig að hún kom með Heyr mitt ljúfasta lag. Það er svona danslag sem við ætlum að taka. Heyr mitt ljúfasta lag, ég lék forðum daga, fyrir ljósærða stúlku sem heillaði mig þegar ungur ég var.
Þá var sumar og sól og við sátum í lundi. Ég var saklaus sem barn en hún hló að mér samt þegar hjartað mér stundi. Og þegar strengirnir túlka mitt litla ljón, þá leitar hugur minn ætíð á forna slóð. Mitt ljúfasta lag, þar sem hjartað mitt kallar. Hinar ljósærðu stúlkur sem hlusta á mig, ég vil heilla þær allar. Já, það var sumar og sól og við sátum í lundi. Ég var saklaus sem barn en hún hló að mér samt þegar hjartað mitt stundi. Og þegar strengirnir túlka mitt litla ljón, þá leitar hugur minn ætíð á forna slóð. Mitt ljúfasta lag, þar sem hjartað mitt kallar. Hinar ljósærðu stúlkur sem hlusta á mig, ég vil heilla þær allar. Ingunn Erla til hamingju með afmælið, 100 ára. Og inni, ég heiti Húrra. Já, ég heiti Inga Húrra, já, ég skil. Svo fullið líka. Geggjað. Þetta ótrúlega gott. Kæra Ingunn, þetta gæti sannarlega fyrir þig og okkur heimla konunnar sem döguðum og seldu veitingar, bauðum upp á stríðsnett og alls konar búnaði og eftir missu af tilduðunum. Stóðum fyrir böðstöðum og héldum glæsilega tískusýningar á sögum. Þegar kirkjan var risinn, þvoðum við næst og heimskuðum heimlaskonurnar, yrkjuna eftir hverja andan í spála. Þú, kæra Ingunn, sem hefur ávarpað það að lifa í heila öld, hefur reynt og séð svo margt og mikið á Ísbrautinni. Sjálf á ég svo sem eftir langt í land, meðan á þeim aldrei er heilsu í leiðir. Gleðilegt nýtt ár og veit að færa hér og fólkið þínu, kæra, farsæld og fríð á þessari jörðu okkar. Kæra þakkir og við hamingju hana. Ég þakka henni fyrir fallega orð. Og þetta var geysilega öflugt kvenfélag og stakk upp á bara ýmsu. Það var ekki svo það námskeið að maður var ekki kona að láta innrita sig einhvern námskeið. Þar man ég sérstaklega eftir hlátursnámskeið, hlátursjóga. Og við mættum þarna nokkrar svolítið alvarlegar og svipuð og hugsaði hvernig ætla nú kennarinn að fara að láta okkur fara að lægja. Fyrst talaði hún bara rólega við okkur heima og geima
Jæja, síðan áttum við að vera tvær saman, hvora á móti annarri og fara að geifla okkur alveg eins og við gætum, bara eins og vera eins og ljón í framan eða köttur eða hvað sem var. Og þetta endaði náttúrulega með alveg óendanlegu hlátri. Og hann hefur alltaf farið að missa. Og svo var það Sigríður Hannesdóttir með leiknámskeið, svo ég svona pínulítið útlega leikona. Get platað. Og þetta var eiginlega einstakt kvenfélag og hérna sita 3 fyrrverandi formenn. Ég sé ekki betur, er það ekki rétt hjá minn? Já. Og bara þökk sé ykkur og ykkar vinnu í kvenfélaginu. Ég veit að það var mikið fyrir formennina, en þetta var eitthvað mest lifandi kvenfélag sem ég veit bara. Og maður var svo gaman að vinna hérna og einu sinni vorum við að undirbúa basa og komið langt fram á kvöld og þá stakk einu upp á því, ef ekki bara verið í nótt. Jú, og svo tókum við undir svona með sem ekki. Herðu, ég hugsaði að við verið mest til að komast í mokkan. Ég hugsaði það. Ef það var alveg myndað af okkur í mokkanum og hvað við værum duglegur og þarna værum við að vinna fyrir kirkjuna bara heila nótt. Svo þetta var bara gaman. En þetta var alveg óendanlegt sem kvenfélagi gerði hérna. Alveg óendanlegt, vil ég segja. Og skemmtilegt og ég þakka og gaman að hafa ykkur kvenfélagskonur þannig. Og bara ykkur öll, ég ætla að taka það fram. Alveg yndislegt og takk fyrir allt saman. Þakka fyrir þetta orðin okkar sem við áttum í kvenfélaginu. Þau voru eins og búin að lýsa og eins og Ebba er búin að segja. Það var búin að segja allt sem ég hefði þurft að segja og vilja að segja á það, en það var alltaf leitt undir þetta þóru. En þetta voru margir í félaginu sem stofnuðu, það voru alltaf í því. Og eins og þú segir, það var að vera fram á nóttan að ég á að gera eitthvað og vinna, ég verði inn á þessu. Þetta nefndum ég jáfnir þetta en það er leiklistík. Við vorum alltaf að Íslands leikstofnum og búið til leiklistík einhverju hafa eitthvað að gera skemmtunum. Þá vekti þetta kaupa leikum, frekar en annað. Og við gerðum allt sjálfar, Þökkum og höfum basarum eins og Ebba var að segja og Inga. Og þetta var bara einn skemmtana hátíð alltaf hjá okkur. Fyrst að það ég gerði að koma með kvenfélagsins sem við ekki vega verið af og kveðum mörg börn, en svo bara gekk þetta til, það var aldrei verið skaman og mjög létt að setja það. En ég ætla að þakka þér alltaf eigin góða tíma, Inga mín, og þakka ykkur allir fyrir að þetta hafi það lengra en ég býst að þeir vilja segja eitthvað á skemmt ykkur. Takk kærlega. Lífið er dáið og í harmakastæð
við daginn 100 ára fjölskyldan. Það afmælisgreinin Ingu í Morgunblaðinu í dag með þessari fyrirsögn mikið langlífi í ættinni og ég vil tala svolítið það á ættinni. En fyrst vil ég þakka Ingu fyrir afar ánægjuleg samskipti allt frá því ég man fyrst eftir mér. Alla þá hlýju og umhyggju sem hún sýnt mér. Það vill svo til að elsta minning sem ég á frá sumrinu 1952 þá ég 2,5 árs þegar við mamma kom í heimsókn til Ingu og Guðmundar á Seyðisfirði. Ég man eftir að hafa horft út gluggann úr flugbátnum á firðinum og séð bíl í skrýtnum litum keyra eftir veginum í átt að bænum. Ég örgla leikið við Jón Örn þarna sumarið en man ekkert eftir því, bara skrýtna bílnum. En seinna var ég nánast heimagangur á heimili Ingu og Guðmundar á Nesveginum þegar ég bjó sjálfur í Grænaskjólinu í húsi Hattar móðurbróður. Við Jón Örn lékum okkur saman nánast daglega og ég á margar skemmtilega minningar frá þessum árum. Svo minnkuðu samskiptin þegar að Inga og fjölskylda flutti í Austurkerfi, annan endan á borginni, en mín fjölskylda var komin út á Seltjarnarnes, þannig það var alveg lengra á milli. En alltaf voru tengslin góð og gott að koma til Ingu eða hitta hana á öðrum vettvangi og fyrir þetta vil ég þakka enn og aftur. Nú aðrir lýsa Ingu eiginleikum hennar og afvikum hér á undan og vonandi á eftir líka. En ég ætla að leyfa mér að benda ykkur á að lesa afmælisgreinina í Mokkanum í dag og til viðbótar vil ég benda á stjörnuspá dagsins fyrir steingeitina því Inga í því stjörnumerki. Það segir: láttu ekki gráma hversdagslífsins ná tökum á þér. Þetta hún alls ekki við í dag. Láttu alla áhættu lönd og leið. Þetta ekkert nýtt. Inga hefur alltaf verið tilbúin að áhættu. Og farðu varlega næstu skrefi. Já, þetta gott ráð. Og reynd að nefna það að móðir mín Sigrún, hún var fyrir því óhappi á jóladag að detta og olnbogabrotna og því var hún alls ekki fær að vera hér í dag. Sem sagt, ganga varlega. Og lokaorðin í Spán eru: einhver tekur ofan hattinn fyrir þér. Það var svo sannarlega við í dag, en ég sé því við erum engan hatt, en það var nú við. En aðeins langlífið, eins og kemur fram í greininni, þá var Ragnheiður amma, móðir Ingu, 100 ára og hífsystir hennar var 106 ára og var þá elst Íslendinga hún lést. Frænka okkar Þórhildur Magnúsdóttir orðin 107 ára og núna elst Íslendingurinn. Afi hennar var Brynjólfur Eyjólfsson frá Laugarvatni, hálfbróðir Ingunnar langömmu, sonur Eyjólfs Eyjólfssonar og fyrir konas Guðrúnar Magnúsdóttur. Það Inga og Þórhildur eru því þrémenning. Þarna þá komið 4 afkomendur Eyjólfs sem hafa náð 100 ára aldri. Eyjólfur var langa Ingu og þá mætti kannski ætla að langlífisskerið sé komið frá honum. En eftir töluverðar vígi og útreikninga hallast ég reyndar að því að jafnvel sterkara langlífisskerið hafi komið frá Magnúsi Magnússyni og Arnheiði Böðvarsdóttur konans. Þau voru langafa og langafa Ingu í hinættina. Foreldrar Böðvars langafa míns. Systir Böðvars, Vigdís, hún var 102 ára fyrir 50 árum síðan þegar slíkt langlífur var sjálfgefið. Og systursonur hennar, Jón Þorsteinsson, var 101 árs. Móðir hans var Ísleif, systir Böðvars. Og síðan hafa langlífisskerin úr þessum 2 fjölskyldum frá Eyjólfi og Ragnheiði, síðar konu hans, og frá Magnúsi og Ragnheiði sameinast í börnum Böðvars og Ingunnar og það mikið langlífi í afkomendahópi þeirra. Þessar 2 ættir eru skoðaðar, annars vegar afkomendur Magnús og Ragnheiðar og hins vegar afkomendur Eyjólfs og 2 eiginkvenna hans, Guðrún og Ragnheiðar, og eignuðust samtals 69 börn. 69 börn. Sum dóu í bernsku eða á unga aldri, en í heildina þetta kynsælar ættir og alls hafa 52 afkomendur þegar náðu 90 ára aldri og þar af 600 ára aldri eins og áður er getið. Nú voru lífið 26 sem eru 90 ára eða eldri og ef Guð lofar þá verða 100 ára afmæli í þessum stóra ættarhópi nokkur á næsta árum, 1 í nóvember á þessu ári, 3 á næsta ári og síðan hópum systir Ingu á árinu 2027 ef Guð lofar. Og hvað skýrir þetta langlífi og langlífi yfirleitt? Það eru einhver 3 atriði. 2 þeirra ráðum við ekki sjálf. Það er annars vegar genin sem við erum frá foreldrum og forfeðrum og formæðurum og mörg okkar
hér vonast auðvitað til að hafa langlífisgenið sem Inga frænka heitir. Og hins vegar er það heppni að losna við sjúkdóma og slys. Þetta síðarnefnda hefur verið rækilega myndir á. Sem fjórði elstur af þriðja ættliði Laugarvatnssveitinni er Hjalti orðinn sá elsti á lífi. Eftir að Stefán, náfrændi minn Einarsson, lést fyrir 2 mánuðum áður og áður voru þeir farnir Jón Örn, sonur Ingu og Stefán Magnús, sonur Böðvars. Þessu sem minning þeirra allra. Þeir voru ekki eins heppnir og ég. Sem sagt, við náðum engur genin og litluðum heppnina eða óheppnina, en við náðum heilmiklu þriðjaatriði sem hefur áhrif á langlífi og það er lífverðið, hvernig við hugsum heilsu okkar og vegferð. Það skipta mestu máli 4 þætti: mataræði, hreyfing, svefn og geðheilsa. Og undir það síðastnefnda fellur lífsviðhorf eins og bjartsýni, tilhlökkun og jákvæðni og síðan félagslyndi. Það er að rækta tengsli við fjölskyldu og vini. Inga hefur held ég passað vel upp á alla þessa þætti, að minnstakosti hefur hún ætíð geislað frá sér jákvæðni og bjartsýni og verið einstaklega duglega að rækta vinskap og eiga samskipti við vini og vandamenn. Það kemur því ekki á óvart að hér sé fjölmenn í dag, fólk sem vil þakka Ingu fyrir samskiptin áratuga skeið, já, næstum í heila öld hvað sum ykkar varðar. Ég er bara hálfrættingur, hef ekki þekkt Ingu nema í 75 ára. En ég er afar þakkláttur fyrir þau kynni. Takk kæra Inga og til hamingju með stórafmælið. Takk Stefán. Það er greinlegt að Inga er þetta góða yrkja því að Unnur systir Stefáns er búin að yrkja hérna fína vísu ömmu og við erum búin að dreifa þeim á borðin og ætlum bara að bjóða öllum að taka undir söng. Þetta er við lagið Ég langar mig á sem alla ekki kannast við og Eiríkur ég ætla að bjóða þeim að spila á píanó undir. Sem byrjum við. Hentugast bara að flytja í söng. Og sér glatt er við gjöf, að læknir og hjúkuna hef ég svo með. Allt veitir mér aðeins þessa einu. Ég var út í Lúsifólk jólin og fór þar á 2 tíma sirkus í viku og þá myndi ég eftir því hvernig við höfum einhverju sveitinni systur mínar. Við fórum upp á Stöðumæni og þar fórum við í brú og ég fyrir alveg stjarningar systur og svona, þetta er mjög sterk vinning og ég hugsa að þú minn þetta líka, það voru til allavega til síðan sem voru þarna og fórum svona aftur og baka í brús. Ég held að það verið Ólöf líka. Og Ólöf, það var sennilega verið allar þarna. Ólöf dreymdi náttúrulega að fara á íþróttaskóla, alls konar dreymdi. Já, Þeir dreymdum að fara í en ég höfum til bara að við syngjum í framhaldræðis og ég ætla að hjálpa fallræðu en bara fyrir var oft í kvortikátt, ég þarf oft á minnum orð. Já, Fyrir að rátt í kvortikátt, það kunni það með flestir en með taka undir. Í kvortikátt, krakkar léku saman, laga löngum hlegin á, hentað mörgum
að hlæja. Það mér bæði ljúft og skylt að segja hvert Örn og ég verð þá að segja hver ég heiti Örn og bý í Dalbraut 20 eins og Inga og við erum hérna nokkur sem eigum heima þar. Það mikið fengur fyrir þetta samfélag okkar að hafa manneskja eins og hana Ingunni í okkar hópi. Hún hefur verið það máttarskótt í fjölmörg ár og ég veit ekki hver lengi því að ég svo ungur sko og hef ekki búið þarna eins og 5-10 ár eitthvað svoleiðis. En Ingunn hefur verið þar formaður og á okkur þykir engum málum vera vel ráðið nema hún hafi verið með í ráðum og sér samþykkt því sem að gert hefur verið. Hún er nú til að vera ekki bara ljúf og góð. En þið ekki neitt annað að þetta klára það. Við þekkjum eins og hún getur verið ansið þeirra á stundum og það oftast sitt fram vegna þess að hún hefur oftast rétt fyrir sér. En við sem erum svo heppir hérna úr Dalbrautinni að fá að vera hérna með ykkur, við tókum okkur til og brutum náttúrulega það bann sem hún setti á, hún bannaði allar gjafir og þetta sem við komum hér með er náttúrulega ekki þeim gjöf og ég var ná fyrirgefið hvað það er lítið og ómerkilegt en hún getur þekkt á því að það er rautt á litin sem það sem við komum með. Það er flaska með portvíni, með púrtvíni og það eru nokkur rauð blóð og með því fylgir kort þar sem er nú mynd framan á því að fólki sem að Inga kannast örglega við og það er eins og að það bara mynda henni sjálfi. Ég ætla aðeins að fá þetta eftir hjá Inga. Það er samsett Fred Astaire og Rita Hayworth sem eru hérna á framan á kortinu í stórri og glæsilegri sveiflu. Og í kortinu stendur í janúar 2025 Ingunn Stefánsdóttir innilegar hamingjóskir með 100 ára afmælið, Guð og gæfa tryggir þér alla þína ævidaga. Bestu kveðjur frá vinafólki að Dalbraut 18-20 og svo eru hérna 8 eða 10 sem við kennum. Og hér er kortið Ingunn og til hamingju þið öll saman með þennan gleðidag. Takk innilega fyrir þessi fallegu orð, Inga. Ég get nú gana að segja því sá myndina. Þannig að ég tek alltaf ef það er músík niður eða við verðum að spila hvað það kosti hvers sem það er, þá er ég alltaf að koma með kerrum og fara að dansa við hana. Það er alveg lífsins og ómögulegt að sitja að kjöru eða flott músík, þá er ég bara alltaf verið og ég er það enn og mun reyna að verða það til að enda á okkur. Ég vona það. Ég þakka bara innilega fyrir þessi góðu orð. Takk fyrir. Elsku Inga, þá skal ég hérna til hamingju með þessi verku tímamót og við erum stolt að þér að frændfólkið er það glæsilega 100 ára frængu sem ber af öllum fólkum. Og ég ætla bara að segja að þegar enginn hefur nefnt að bönnin á Mylluborg. Ég tók sérstaklega eftir Ingu af því að ég var með fermingarveisluna, Anja var flott að veislu og hérna og svo fylgdist ég með henni á börnunum og hún var alltaf svo flott og þau voru frægum alltaf sveitinu Mylluborgar systkin og svo miklu dansarar og þær stúlkurnar hver annan fallegri og Inga náttúrulega
alveg einstök og ég man eftir einn dag ég var óhugst að vera í matrósukjóli og Inga var náttúrulega í svo flottum hvítum matrósukjóli og svo kom líka prísið pilsmenn, rauðir matrósulúsur og næsta ár var óhugst að vera í brjónasískikjóli. Þá okkar bókasýstir að það komaði brjónasískikjóla og Inga átti náttúrulega alveg umsvæður aðdáendum. Ég geti talið og ég geti ekki gera það. Þetta er komin myndalegustu strákanir á öllu Suðurlandinu vissu. Alveg fyrir öðrum glæsilegri. Og Inga svona mikið danskona og svo Inga alltaf verið svo einstök, alltaf svona glöð og gaman að hitta hana alltaf hendur mikil frænka og góð. Og ég var líka svona eftir brúðkaupsveislu hjá þeim. Og ég veit ekki hvernig stóð á því og við gift á millibót eða það. Í Mosfellskirkju. Í Mosfellskirkju? En svo kom eftir heima með heima, já. Við Óli vorum að fara á ball þá, við vorum systir og lentum þar eftir brúðkaupsveislunni. Og Inga náttúrulega ógleymanleg, alltaf hérna glæsileg. Og hefur alltaf þessi til dagsins í dag og vonandi lengi þá. Og bara, ég byrði bara afsaka, ég var ekki búin að undirbúa mig neitt en ég hefði verið skárað en bara, ég bara óskaði allra heilla í framtíðinu og var það sem allra best, elsku Inga mín. Alltaf þakka mér Inga mín með systra þessu og bræðra þessu. Við höfum átt marga daga góða saman. Alltaf skemmtilegt að hitta. Þakka mér Inga mín. Ég er kannski að reyna að stýra hérna. Það er helst svona Kanarígarðina en svo líka svona hitt þetta sem hefur komið upp eins og hraðasekt sennilega 94 ára gömul á leiðin á Minniborg með einhver barnaþjóð í bílnum og svo fannst mér nú gaman að vera að nefna að amma væri hún hefur skoðanir sko og ég veit ekki hvernig sem ég á duglegur á neytendavættinu á amma því að það er enginn sem hefur skipt oftar símafyrirtæki ástress byrjaði nýtt fyrirtæki en hún ætlaði ekki láta taka sig einhvers staðar í bakka. Þannig að já, þetta er því amma, þetta er amman að djamma og Joss ætlar að spila undir. Yeah, so are you going to play too? No, we're just going to sing. Great. Ekki að sjá upp á svið hún skellir sér og dansar til og frá spila frins á hverju kvöldi og ekki lega tekur öllin upp á hafnaflöð í alltaf versta press og sakta hún að finna í og versta press amma kann að djamma dregur allan leið amma kann að djamma, læra sjálfri sér. Öllum góðan að fundinni alltaf veita kominni sem kann með jóma og jafnlega sér já, hættin við áður. Það er svo gott. Það verði bílinn sínum það að setja fyrir Mamma kann að djamma, fyrir alla með. Amma kann að djamma, læra sjálfri sér. Dregur alla með. Amma kann að djamma, læra sjálfri sér.
þetta svona skipulagt prógram sem við vorum með auðvitað. En þannig að við bara njóta og spjalla og tala saman og setjum eitthvað skemmtilega tónlist í ganga, hvort við dansa. Og þetta er bara yndislegt að vera með ykkur. Og ekki gera ykkur í gestamótin eftir þeir farið. Og ef þið takir myndir og viljið að nota Instagram eins og amma, þá má nota hashtagið amma100, Inga 100. Inga hvað það? Inga 100. Já. Inga 100. Ég kann ekki á þetta. Ég var að skrifa þetta. Prógram komið, þegar maður kallar þetta frá. Afmælisbarnið ljúfa. Þetta var Svenni hennar Ingu. Raunar ekki Ingu Stefán, þetta er Ingu Guðmunds og þær voru bestu vinkonur. Margir hafa spurt mig hér hvernig ég tengist Ingu. Ég búinn að tengist Ingu síðan ég fæddist. Er það ekki rétt Inga? Og man eftir með... Alveg nýfættum. Nýfættum? Já, nýfættum. Ég man ekki svo lengi eftir Ingu, en ég man ekki eftir neinni æsku án hennar og ekki heldur fullorðinsárum. Því Inga var ekki bara besta vinkonu mömmu sem áttur hennar ræðinni var 2 vinkonur. Það var bara Imma sem var líkið vel á Hellu og fluttur svo til Reykjavík í Sjávarmýrina, en það var fyrst og fremst Inga Stefáns allan tíð. Og hún var ekki bara vinkonu hennar mömmu, hún var líka besta vinkonu mín. Hún var besta vinkonu okkar, barnanna hennar Ingu sem átti 6 börn, vegna þess að hún fylgdist alltaf með okkur hverju og einu og alltaf því ég kem til hennar eins og ég hafi komið til hennar í gær. Hún er alltaf jafn glöð og maður sækir alltaf jafn mikið til hennar. Ég ætla ekki að tala neitt lengi, ég verð að grenja ef ég tala mikið meira og því að ég er þannig. Ég samt ekki í stemmer og kona mín, hún er alveg grennisjóð. En ég á það til að verða meir svolítið. Og mamma var svolítið sem pabbi raunar miklu meir. Þá er ég þannig Hauk Sveinsson. Ég átti líka annan pappa sem heit Guðfinnur og ég veit að þeir voru báðir jafn kærir Ingu Stefáns, okkar bestu vinkonu. Ég þakka þér fyrir allt og allt, Inga mín. Það er búið að dásamlegt að eiga þér að og ég var að hlakka til dagana og áruna sem ég á enn með þér. Takk fyrir mig. Já, þetta er satt, ég fekk hann á fæðingu. hressasta 100 ára afmæli sem maður hefur séð. Já. Segjum það að fólkið í húsinu sem ég bauð, það lág þannig í loftinu það gæti, það er bara einn ægilega gaman að vera hjá. Og ég sagði hvernig anskotan á ég að gera svo verði alveg ægilega gaman. Það hefnæst. Það hefnæst. Herru, amma, mætti ég nokkuð taka viðtal við þig? Og þegar ég er að gera myndband afmælið og svona sína frá því, hvort ég mætti enda myndbandi á viðtali við þig. Bara spyrja það út, næla hérna mikrofónum minn í þig. Stendur rekk? Ok, þá byrja ég að þróa það hér. Búin að vera að láta snótt auð. Jæja, ég vona að ég hafi notið myndbandsins 100 ára afmæli hennar ömmu Ingu. Amma Inga, hvernig fannst þér afmælið fara? Ég var ægilega ánægð með það. Og ánægð með okkur barnafjöldan, þeir voru bara alveg sérstök. Náttúrulega, jú, þeir komið mér, þeir voru svo fjölhæf að þeir komið mér svolítið óvart. En það er eins og þeir gæti það. Já. Og ég frétti það því að þetta bræða eitthvað saman og þeir voru æðislega skemmtilega. Æ, takk fyrir það. Já, mjög gaman þessu. Mikið af skemmtilegum atriðum, mikið af tónlistar, hæfileikum í fjölskyldunni verið störa. Já. En hérna, já, hefur einhver svona lokaorð, einhver svona ráð sem þú myndir gefa ungri sjálfri þér?
Já, bara vera alltaf jákvæð og skemmtileg. Hvaða ráð á ég að gefa hann? Bara vera þú sjálfur? Já, já. Já. En reyna að vera lífleg og svona tala við fólk og ekki steinþegja ef þú kemur inn. Já. Sko, sumir hafa sagt við mig, hvað á ég að segja ef ég kem inn þá ókunnum og það getur alltaf byrjað umræðu á einhverju. Já. Já. Það er alltaf að spá og speglara Já. ýmsa hluti, gera þar. Já, alltaf. Vera jákvæð og þú sjálf. Já. Bara segi það. Og ég hef einlega haft þá líf. Ég veit að ég get kannski ekki aldrei það er kannski. Ókostar kannski. En það er alveg greinilegt að þú ert með alveg hundruð mann sem að þykja vænt þig hérna og eru tilbúin að segja ótrúlega fallega hluti þig sem hafa búin að smita frá þér með geislum getum lífið svo margs fólks. Ég voða ánægð með það er tveir menn af Orkustofnun sem hringdi í mig í dag. Já. Og það er langt síðan ég hætti á Orkustofnun, ég var þar í 15 ár. Já. Og þeir hefði sagði að ég hefði svo jákvæð áhrif. Það hefði verið einhver, bara í nálægð minni, það hefði einhvern veginn allt lifnað við. Ég hef kannski verið svona skemmtilegst án þess að við sjálfum. En ég held þessi að hafi verið frekar já. Já. Ég held það líka. Já. Góð lokaorð, 100 ára afmæli, Ingunn Erla Stefánsdóttir. Bestu þakkir fyrir áhorfið. Hafa það gott.